Velkomin á þetta vefnámskeið í gerð umsókna Erasmus Plus samstarfsverkefni. Ég heiti Margrét Sverrisdóttir og er verkefnastjóri hjá Rannís og ég ætla að leiða ykkur í gegnum umsóknarformið lið fyrir lið. Erasmus Plus áætlunin skiptist eftir skólastigum og það eru mismunandi áherslur og forgangsatriði á hverju skólastigi. Hér erum við inn á heimasíðu Erasmus Plus og hér eru samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar og þá er umsóknareyðublaðið sótt hér. Þegar þið sækið umsóknareyðublaðið þá er mikilvægt að hægri smella á það og vista sem eða save as og velja því heiti. Það er ekki hægt að fara bara beint í open, þá opnast það ekki. Þið vistið það niður undir því vinnuheiti sem þið ætlið að nota. Það er mikilvægt að þið séu að nota eyðublað viðkomandi skólastigs, þannig að þeir sem eru á háskólastigi, þeir sækja eyðublað sem að kalla Strategic Partnerships for Higher Education, fullorðinsfræðsla, Strategic Partnerships for Adult Education og starfsmenntun Strategic Partnerships for Vocational Education. Þetta eru ensku heitin á umsóknunum. Og athugið að leikgrunn- og framhaldsskólastig, það er sérstakt kennslumyndband fyrir þessi skólastig. En í dag, í þessu kennslumyndbandi, fjöllum við þessi hér, háskóla, fullorðins og starfsmenntun. Og hér erum við komin inn í umsóknarformið og þið byrja á því að ganga úr skugga að þið séu með rétt umsóknareyðublað. Hér er 2016 kallið og KA2 er flokkur 2, Strategic Partnerships, og í þessu tilviki, í þessu dæmi sem við erum með, þá erum við með í starfsmenntun, Vocational Education and Training, en annars stæði Higher Education eða Adult Education hér. Og hér í A-lið eru almennar upplýsingar uppbyggingu umsóknareyðublaðsins og það er bara lýst hvernig kaflaskiptingin er. Og við förum nánar yfir hvern kafla fyrir sig þannig að þetta kemur í ljós, en það er mjög gott að glöggva sig á uppbyggingu umsóknarinnar hér. Þegar þið opnið umsóknina þá er ýmislegt sem að birtist þar strax sjálf krafa. Það er það sem er í gráu reitunum. En það sem að er með rauðum römmum, reiti með rauðum römmum, er það sem að þið þurfið að fylla í. Þetta er sem sagt Erasmus Plus áætlunin, þetta eru samstarfsverkefni og síðan er hér spurt megin markmið verkefnisins og þá er hér fellilisti og þarf að velja annarkvort Development of Innovation eða Exchanges of Practices. Við höfum valið hér Development of Innovation. Það eru verkefnið sem að stuðla að nýsköpun, en sé valið Exchanges of Practices þá erum að ræða að þáttakulönd skiptist á reynslu og þekkingu og þeir þurfa að athuga að í þeim verkefnum er ekki gert ráð fyrir sérstöku fjármagni í vinnu við afurðir. Þessir möguleikar eru ekki alltaf báðir í boði á öllum skólastigum, þannig að þið þurfum bara að athuga hvað er í boði hér. Og hér er talað hvenær er lokafrestur til að skila þessar umsókn og það er klukkan 12 að tíma Brussel, en að íslenskum tíma er það klukkan 10, þannig að við hvetjum ykkur eindregið til að ganga frá umsóknum og senda þær daginn áður, af því að umsóknarfrestur rennur út klukkan 10 fyrir hádegi þann 31. mars. Í lið B1, þar er nánar verkefnið ykkar, óskað eftir að þið setjið inn heiti og skammstöfun á heiti ef það á við, og síðan er hér hvenær verkefni mega hefjast. Þau mega hefjast frá og með 1. september 2016, geta hæglega hafist seinna. Og þegar þið veljið lengd verkefnis þá er hér fellilisti og þau geta verið frá 12 mánuðum og alveg upp í 36 mánuði, semst 1 ár og upp í 3 ár, en við veljum hér 24 mánuði í þessu tilviki. Og fyrir þetta dæmi umsókn þá höfum við valið heiti stofnunar skopparabolti og síðan þurfum við að velja hér landsskrifstofu og þá er valið að fellilista og landsskrifstofan á Íslandi heitir ES01.
Þá er komið að C-lið umsóknarinnar priorities eða forgangsatriði. Það er mikilvægt að finna hvaða forgangsatriði eiga við ykkar verkefni. Það er skylda að velja að lágmarki eitt forgangsatriði. Eitt sértækt sem er kallað field specific sem snýr beint að því skólastigi sem umsókn fjallar eða eitt forgangsatriði sem gengur þvert á skólastig sem kallað er horizontal og að hámarki er hægt að velja 3 forgangsatriði en sem sagt skylda að velja að lágmarki eitt. Og það má gjarna velja fleiri en eitt og forgangsatriði sem snúa beint að ykkar skólastigi eru gjarnan meira lýsandi fyrir markmið verkefna. Þið veljið af þessum fellilistum sem hér eru og það er af ýmsu að taka og við höfum valið hér af því að þetta er starfsmenntaumsókn, þá veljum við forgangsatriði sem snúa að starfsmenntun og síðan annað þvert á skólastig. Þá er komið að D-lið umsóknar participating organizations eða stofnanir sem taka þátt í verkefninu og eins og þið vitið þá þurfa allar stofnanir að hafa pick-númer og því er slegið inn og síðan er valið hér check pick og þá detta inn sjálfkrafa upplýsingar viðkomandi stofnun. Síðan er beðið lýsingu á stofnun og þar má einnig velja fellilista og ýmislegt í boði. Við höfum valið hér fyrir starfsmenntun, skólastofnun og síðan aðeins reynslu viðkomandi stofnunar, stutt kynning á stofnun sem sækir miðað við þessar upplýsingar sem spurt er í spurningunni og hafa þá í huga markmið og þema verkefnisins þegar þeir svari þessu. Síðan er spurt viðfangsefni og reynslu stofnunar og starfsfólk sem tekur þátt í verkefninu og það þarf að hafa þarfir verkefnisins til hliðsjónar þegar þessu er svarað. Svo er spurt hvort að stofnunin hafi tekið þátt í Evrópuverkefni á síðastliðnum 3 árum. Það er hægt að svara já eða nei, en sé svara já þá þarf að tilgreina hvaða verkefni það var með því að gefa upp opinbert númer verkefnis og nafn stofnunar sem sóttu. Í þessum lið er beðið upplýsingar lagalegan fulltrúa stofnunarinnar. Og það er sá aðili sem má skuldbinda stofnunina fjárhagslega, getur verið forstöðumaður eða skólastjóri og svo framvegis. Síðan er hér spurt tengilið verkefnis og þetta er mjög mikilvægt því að Landsskrifstofan hefur sambandi við tengilið varðandi allt sem snýr að verkefninu. Og það er oftast verkefnisstjóri sem er tengiliður. Og nú getum við farið nokkur hatt yfir sögu því hér er spurt samstarfsaðila og það eru sömu atriði og við höfum þegar farið yfir. Það er slegið inn pick-númer og check pick og þá detta inn upplýsingar samstarfsaðila. Í þessari kennsluumsókn þá höfum við valið að vera með 2 samstarfsaðila. Annar er frá Noregi og hinn er frá Slóveníu og við höfum fyllt inn þær upplýsingar sem beðið er varðandi þessa 2 samstarfsaðila. E-liður umsóknar er greinargóð lýsing á verkefninu og fyrst er beðið rökstuðning, markmið, þarfir, hver er markhópurinn, hvers vegna ætti að styrkja þetta verkefni og hvers vegna er betra að vinna það í samvinnu við önnur lönd, hver er svona Evrópuvítin í því. Passa að rökstyðja þörfina vel og helst að hafa einhver stuðningsgögn eða vísa til heimilda sem styðja við þörfina. Svo er spurt hvaða nýjung felist í verkefninu, hverju bætir verkefni við þar sem áður hefur verið gert og síðan samstarfsaðila, hvernig voru þeir valdir og hver er hæfni þeirra, þekking og reynsla, hvað koma þeir með inn í verkefnið, hvernig var stofnað til samstarfsins og hafa samstarfsaðilar eða hluti þeirra tekið þátt í svipuðum verkefnum áður og hver verður verkaskiptingin í grófum dráttum. Síðan er þið beðin að lýsa hvernig samstarfi og samskiptum innan verkefnis verði háttað og jafnvel við hagsmunaaðila sem ekki taka beinan þátt í verkefninu. Þið þurfa að tilgreina fjölda verkefnafunda og helsta tilgang með hverjum fundi og hverjir taka þátt. Hér er spurt helstu viðfangsefni verkefnisins og þar er hægt að velja
úr mörgum möguleikum, mismunandi eftir skólastigum og þið leitið að því sem ykkur finnst helst falla að ykkar verkefni og þið getið alltaf bætt við fleirum ef að ykkur finnst fleiri möguleikar lýsa því betur. Síðan þarf að lýsa væntanlegum niðurstöðum verkefnis eða afurðum og sérstaklega ef að þær eru ekki skráðar sem afurðir undir intellectual outputs. Við komum að því hér á eftir. Og hér er spurt hversu margir einstaklingar muni óbeint njóta afurða eða vinnu í verkefninu og þá að vera að vísa til þeirra sem ekki beinir þáttakendur í verkefninu en taka samt þátt kannski í kynningafundum sem haldin á verkefninu og fleiru og hér áætliði fjölda og setið í þennan reit. Og það er spurt hvort það séu þáttakendur í verkefninu sem að eiga erfitt uppdráttar eða eru jafnvel fatlaðir og þá þarf að gera tilgreina það. Við höfum gert ráð fyrir því hér að segja já og gerum ráð fyrir 10 mann sem eru fatlaðir. Það er hægt að velja hér af fellilistum. Og þið sjáið að þeir eru plúsar eða mínusar, þá er ýmist hægt að bæta við línum eða eyða síðustu línu sem þið settuð inn. F-liður snýr að undirbúningi. Fyrst er spurt undirbúningsvinnu. Þeir eru beðin að lýsa undirbúningsvinnu sem fer fram áður en verkefni hefst formlega, til dæmis greining, áætlun og gerð, hvernig samstarfsaðilar eru valdir og annað slíkt. Síðan kemur framkvæmd verkefnis, project management, og þá er það fjárhagsáætlun og eftirlit og einnig tímaáætlun fyrir verkefnið og gæðastjórnun. Síðan að gera grein fyrir gæðastjórnun verkefnis, viðburða og niðurstaðna, spurt eftirlit og mat, hver sér það, hvernig og hvenær. Og síðan er í raun og veru verið að spyrja hér áhættu stýringu, hvernig þið ætla að bregðast við einhverjum áhættum innan verkefnishópsins eða utan ef einhver vandamál kom upp, leiðir til að fylgjast með eða leysa slík vandamál. Og loks hvernig á að meta niðurstöður, töluleg og eiginleg viðmið eða aðgerðir sem þið notið til að mæla markmið og árangur og það er einmitt rík áhersla á aðferðir sem meta niðurstöður og árangur verkefna. G-liður umsóknarinnar snýr að framkvæmd verkefnisins. Framkvæmdinni sjálfri, þið lýsi hér aðferðafræði verkefnisins og gefi nákvæma lýsing á þeim þáttum verkefnisins sem verða framkvæmdir með því fjármagni sem sótt undir liðnum Project Management og Implementation. Það er í þessum lið, sérstaklega horft til þess fjármagn sem þar er og hvernig að nýta það. Síðan gefið þið nákvæma lýsingu á framkvæmdaliðum verkefnisins með sérstakri áherslu á þær aðferðir sem þið hyggist nota. Og hér er spurt afurðir verkefnis, intellectual outputs, og þá er möguleiki að hafa ekki afurð því að stöku sinnum eru ekki afurðir í verkefnum og það er ekki skylda að hafa afurðir. En við veljum að hafa afurð í þessu verkefni og þá er það O1, output 1 og hér er skráð heiti á afurð og lýsing og þó að það sé ein lína hér þá getur lýsingin verið lengri og þið nefnið helstu verkefni sem tengjast afurðinni og aðferðum við að búa hana til. Og síðan er gert ráð fyrir tíma áætlun fyrir vinnu að þessari afurð. Og það er spurt hvers eðlis afurðin er og það er hægt að velja það af fellilista og hvaða samstarfsaðili leiðir vinnu við þetta verkefni og þá er hægt að velja fellilista þá sem eru í verkefninu og aðra sem taka þátt og síðan er jafnvel hægt að bæta við með plús eða eyða einhverjum með mínus. Þá er það multiplier events eða kynningar viðburðir. Ef engin afurð er í verkefninu þá er ekki að ræða neina kynningaviðburði því þeir eru hugsaðir til þess að kynna afurðir. Og hér er bara fyllt inn í titil viðburðar, við ákváðum að halda hann hér á Íslandi, lýsa honum stuttlega og tíma, setningar og annað eins og áður. Yfirleitt er það svo í verkefnum að það er haldinn einn kynningaviðburður í hverju þátttökulandi.
Þá komið að náms- og þjálfunarferðum. Það hægt að kjósa að hafa þær sem lið í verkefninu eða ekki, en ef svarið já, þá spurt hverju bæta náms- og þjálfunarferði við umsóknina eða verkefnið, og það mikilvægt að sýna fram á að þeir viðburðir sem sótt undir þessum lið styrki verkefnið og séu nauðsynlegu hluti verkefnisins til þess að ná fram markmiðum þess. Og athugið að reglur leyfilegar náms- og þjálfunarferðir nemenda eða starfsfólks eru mismunandi eftir skólastigum og þið finnir reglur dvalarlengd og þáttakendur fyrir ykkar skólastig á blaðsíðu 282 til 284 í Erasmus handbókinni. Og hér, að því þetta kennslu umsókn varðandi starfsmenntun, eða við höfum valið starfsmenntun, þá völdum við hér svið sem snýr að starfsmenntun, en það líka fyrir þá sem eru með fullorðinsfræðslu, háskóla eða skóla, geta valið sitt skólasvið, og við völdum styttri þjálfunarferðir og síðan lýsing á því, fjölda þáttakandi með sérþarfir 1 og dvalarlengd 5 sem lágmark 5 dagar. Og hér eru stofnanir sem taka þátt, það eru samstarfsaðila verkefnisins og það bæði hægt að bæta við eða eyða og bæta við fleiri þjálfunarferðum eða námi eða eyða hér. Síðan hér spurt hvort að það eigi að meta eða viðurkenna viðkomandi námi eða þjálfun og hvort einhver evrópsk tæki eða tól verði notuð til þess. Það til að mynda mjög algengt að Europass starfsmenntavegabréf sé notað til að staðfesta námi eða þjálfun og sumum tilvikum kannski námmetið til ECTS eininga og svo framvegis. Í hálið umsóknar spurt eftirfylgni verkefnisins og áhrif verkefnisins og það mjög mikilvægur þáttur líka í mati á umsókn. Þannig að það skiptir máli að svara þessum spurningum vel. Fyrst spurt áhrif á þáttakendur, markhópin, einstaklingastofnanir og eða hagsmunaaðila og þið getið lesið nánar hvernig þetta metið á blaðsíðu 115 í Erasmus handbókinni. Síðan spurt áhrif verkefnisins á aðila sem eru ekki beinir þáttakendur í verkefninu og þá til dæmis áhrif á nærsamfélag eða á landsvísu, jafnvel Evrópuvísu, og hvernig ætlið að mæla áhrifin, hver gerir það og hvernig verður það gert. Síðan spurt dreifingu niðurstaðna eða kynningaráætlunin ykkar, hvernig á að nýta niðurstöðu verkefnisins, hvernig verður niðurstöðum dreift innan og utan stofnunar, hver eru helstu markhópar í nærsamfélagi á landsvísu eða á Evrópuvísu og þið rökstyðið þetta vel, og hvaða samstarfsaðili í verkefninu verður svona ábyrgur fyrir kynningum og þar talið hæfni einstaklinga eða hæfni hópsins til að dreifa þessu niðurstöðum, hvers konar kynningar, hvaða miðla muniði nota og svo framvegis. Dreifing og kynning niðurstaðna á sérstaklega við þá þær afurðir sem í verkefninu og það ekki alltaf eins og ég kom inn á áðan, það ekki skylda að hafa afurð, en Erasmus Plus áætlunin gerir kröfum opið aðgengi að afurðum sem þróaðar í verkefninu. Og ef verkefnið felur á annað borð í sér afurðir þá þarf að skýra hvernig aðgengi almennings verður tryggt af þeim og ef takmarka skal aðgengi þá þarf að skýra hvers vegna og hvernig þeim takmörkunum verður háttað. Það gæti til dæmis verið að ræða höfundarétt á afurð. Þá það tekið fram. Og hvernig tryggið þið að afurðir verkefnisins verði aðgengilegar fyrir aðra og svo einhverja viðbótar upplýsinga vegna kynningaráætlunar ef við á. Og lokaspurningi hér síðan svona hvernig niðurstöðum verkefnisins verði haldið til haga eftir að verkefnin lýkur, hvað lifir verkefni lengi eftir að það klárast, geta afurðina nýst áfram. Þá það liður umsóknarformsins og það fjárhagsáætlunin sjálf. Formið einfaldara en það virðist vera við fyrstu sýn. Það heilmikil sjálfvirkni í því og það skýrt, en það þarf að vanda sig þegar það fyllt inn. Fyrsti liðurinn í fjárhagsáætluninni, verkefnisstjórn og framkvæmd, Project Management and Implementation. Þessi liður kemur sjálfkrafa inn miðað við þær upplýsingar sem þið hafið þegar sett í eyðublaðið, þar að segja lengd verkefnis og fjölda samstarfslanda,
af því það föst upphæð sem áætluð í þennan lið, verkefnastjórn og framkvæmd, 500 evrur á mánuði fyrir þann sem leiðir verkefnið og samstarfsaðilar fá 250 evrur á mánuði og hér formið búið að reikna út þessa upphæð. Síðan komið að verkefnafundum, Transnational Project Meetings, og í þessu dæmi okkar hér þá ætlar stofnunin Skopparabolti Ísland að taka þátt í 2 fundum þar sem verða 4 þáttakendur og fjarlægin sem þarf að fara veitir ákveðin styrk sem kemur síðan sjálfkrafa inn. Upphæði miðast við þessar fjarlægðir og Ísland yfirleitt að fara lengra en 2000 kilometra og síðan gerum við ráð fyrir að hinir samstarfsaðilar séu líka með 2 fundi hvor og 4 þáttakendur og þá reiknast þetta sjálfkrafa miðað við þá fjarlægð sem farin og síðan hægt að bæta við hér fleiri fundum ef þörf krefur. Þá það afurðirnar Intellectual Outputs, heildarkostnaður birtist hér en byggir á þessari töflu sem að þið fyllið út. Fyrir Output 1 að þá gerið þið ráð fyrir hér, það norski þáttakandinn og hann mun verja 130 vinnudögum, teachers, trainers eða researchers og þá koma þessar tölur automatist inn og Skopparabolti, hann setur sömuleiðis, gerir hér ráð fyrir tæknimönnum hugsanlega við að vinna við vefsíðu gerði eitthvað slíkt, þetta bara dæmi, gæti verið 20 dagar og hvað það kostar og svo framvegis, allir samstarfsaðilar fylla inn og bættir stöðugt við síðan fleiri línum eftir því sem að við á. Og kynningaviðburðir, í þessu dæmi eitt kynningaviðburður, það eru 100 þáttakendur í því landi þar sem hann haldinn og 30 sem koma annar staða frá og þá koma tölurnar líka sjálfkrafa inn og þið bæti við viðburðum ef þörf krefur. Og í þessar umsókn gerðum við ráð fyrir áðan að vera með nám og þjálfun, learning, teaching, training activities og hér það sett inn hversu margir ætla að fara og fjarlægðin og þá koma tölurnar sjálfkrafa inn. Og þá það individual support eða uppihald, það ekki nóg að sækja ferðir fyrir þáttakendur, það mjög mikilvægt að það sé líka sótt uppihald í ferðum og þá hér gert ráð fyrir að Skopparabolti, það sé 5 dagar og 5 þáttakendur. Það ekki neinir fylgdarmenn í þessu tilviki og þá kemur inn líka upphæðin. Þetta ákaflega skýrt og þægilegt. Þá hér liðurinn sértæku kostnaður, exceptional costs, og í þessu tilviki einungis að ræða að það mögulegt fyrir þá sem búa afskekt á Íslandi að sækja viðbótarstyrk til þess að komast til alþjóðaflugvallar. Og þetta getur átt sem sagt við fólk af landsbyggðinni, Hornafjörður, Egilsstaðir, Ísafjörður, Akureyri og við höfum tekið hér dæmi fólk eða þáttakendur sem þurfa að komast frá Norðfirði til Reykjavíkur og þá mögulegt að fá 80% af þeim raunkostnaði endurgreiddan eftir að lokaskýrslu hefur verið skilað og reikningum þar með. Og þetta eini liðurinn sem eiginlega raunkostnaður, það svona sértæku kostnaður, annað einingakostnaður. Og þá spurt þáttakendur með sérþarfir, special needs, það geta verið til dæmis fatlaðir en þeir sem að falla undir þennan flokk þurfa að vera skilgreindir sem slíkir og við tökum hér dæmi að það sé einn og óskum eftir styrk fyrir hann. Síðan kemur hér aftur sértækur kostnaður verkefnis og það eins og áður að sértækur kostnaður raunkostnaður og hér átt við til dæmis vegna aðkeyptrar vinnu sem ekki unnin af þáttakendum í verkefninu eða verkefnahópnum og þá hægt að óska eftir 75% styrk af raunkostnaði og hér til dæmis gert ráð fyrir þýðingum, aðkeyptum þýðingum og fyrir upp á þessa upphæð óska eftir þessum styrk. Liður umsóknarinnar yfirlit eða lýsing á verkefninu, project summary. Það má segja að þetta sé hjartað í umsókninni því að matsmenn lesa gjarnan þennan hluta fyrst til að fá greina góða mynd af verkefninu
og það skiptir mjög miklu máli að þarna sé hægt að selja hugmyndina að þetta sé gott verkefni. Það er þetta yfirlit sem notað til að kynna verkefnið opinberlega ef það fær styrk og þarna þarf að lýsa bakgrunni og þörf, markmiðum, samstarfshópnum, hvaða aðferðir á að nota til að ná markmiðunum og niðurstöður, áhrif, langtíma áhrif. Þið skoðið vel þessa spurningu hér og leitist við að svara öllum liðum. Þetta er mjög mikilvægur þáttur, selja þarna hugmyndina góða verkefnið ykkar. Síðan er hér bara samantekt yfirliti yfir samstarfsaðila og þetta kemur sjálfkrafa inn í umsóknin ykkar miðað við hvað þið hafið fyllt út áður. Síðan er hér samantekt fjárhagsáætlunarinnar og þetta kemur allt sjálfkrafa inn miðað við þær tölur sem þið hafið þegar fengið út. Og hér er reyndar ekki nöfn á samstarfsaðilum, heldur bara pikknúmer, en það er stofnunin sem leiðir sem birtist fyrst og síðan aðrir samstarfsaðilar. Og það er mjög mikilvægt að skoða vel þessa töflu, hvort að hún er ekki rétt. Og ef að þið sjáið eitthvað sem að þið teljið ekki rétt, þá þarf að leiðrétta það með því að laga það framar í umsókn. Þið athugið það. Við vekjum sérstaka athygli ykkar á þessum hnappi sem er neðst hægra megin á nær öllum síðum í umsókninni. Validate sem þýðir bara staðfesta og ef að þið veljið þennan hnapp þá lætur kerfið ykkur vita ef að það vantar einhverjar upplýsingar í skyldureiti og umsóknin hrekkur þá gjarnan á þann reit þar sem upplýsingar vantar. Þannig að þið látið ykkur ekkert bregða við það. En það er mjög gott að íta reglubundið á þennan hnapp til að sjá hvernig ykkur gengur að fylla umsóknina út. Nú þið búin að fylla út umsóknina og í kálið er gátlisti og það er mjög gott áður en þið sendið umsóknina að fara yfir það að þið hafið notað í rétta formið, að þið hafið fyllt út alla reiti sem skipta máli, að þið hafið valið rétta landskrifstofu og svo framvegis. Það er þarna ýmis atriði á gátlistanum. Og hér er farið við þau fylgiskjöl sem eiga að fylgja umsókn. Það er það sem kallað Declaration of Honor eða staðfesting á því að allt sé satt og rétt og það er sá aðili sem má skuldbinda stofnunina lagalega séð sem að undirrita það og það formir hér aftar í umsókninni, við sýnum ykkur það eftir. Og síðan svokölluð mandate eða umboð frá hverjum þátttökuaðila, það er skylda að þau fylgi með undirrituð og einnig tímaáætlun framkvæmd verkefnisins og þá að nota svokallað Gantt-kart í það. Og þessi form sem að það þurfa að fylgja, þau eru líka á heimasíðun okkar Erasmus Plus og þið finnið þau þar. Nú önnur atriði á gátlistanum, þau eiga ekki endilega við öll verkefni en við hvetjum ykkur líka til þess að muna að vista og prenta út eintak sem þið ætlið að eiga sjálf. Elliður er bara formleg tilkynning persónuverndarákvæði sem að gildir umsóknir. Nú M-liður er þessi Declaration of Honor eða staðfesting þess sem má skuldbinda stofnunina að allt sé satt og rétt og hún er nokkuð ítarleg og hana þarf að undirrita þessi aðili sem má skuldbinda stofnunina undirritar og stimplar ef að það er á við en það er algjör skylda að þetta fylgi með umsókn undirritað. Og í N-lið þar eru fylgiskjöl og þá bara bætið inn fylgiskjölum sem að eiga að fylgja umsókn hér og þau skrást þá inn. Og þá er komið að því að senda umsóknina rafrænt og þá þarf að vera að passa að staðfestana eða validera allt sem að gert hefur verið og þið sendið loka eintakið rafrænt. Og hér er sá takki. Senda rafrænt, submit online. Þegar þið eru búin að senda rafrænt þá breytist hér í submission summary, þar birtast upplýsingar það hvenar umsóknin var send og síðan prentiði umsóknina út.
það kemur líka eins og þið sjá hér neðst í vinstra horni, þar stendur að þetta umsóknareyðublað hafi ekki verið sent ennþá, en leið og þeir eru búin að senda það þá birtast hér upplýsingar það nákvæmlega hvenær það var sent.